Tríó mánaðarins 1840 kall stykkið 3 stórar pítsur á sjóðheitu tilboðsverði ef þú pantar á netinu eða með appinu greiði fyrirfram og sækir Dominos. Góðan daginn kæra áhorfendur og verið velkomin með okkur á IA TV hérna á Norðurálsvöllinn. Framundan leikur IA og FH í lengjudeild kvenna. Örn Arnarsson heiti ég og ætla að fylgja ykkur í gegnum þennan leik og liðin eru svona væntanlega út á völl rétt bráðum, þannig að við skulum bara vinda okkur beint í að sjá byrjunarliðin. Nú í markinu hjá IA er Anita Ólafsdóttir nummer 1, aðri leikmenn eru nummer 2, McKenna Davidson, nýr leikmaður IA, nummer 5 Anita Sól Ágústsdóttir, nummer 6 Eva María Jónsdóttir, nummer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir, nummer 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir fyrirliði, nummer 14 Dana Sheriff, nummer 15 Mari Edda Helgadóttir, nummer 17 Védís Agla Reynisdóttir, nummer 24 Dagný Halldórsdóttir og nummer 27 er Unnur Ýr Haraldsdóttir. Lið FH er þannig skipað að nummer 1 í markinu er Katrín Talbert, nummer 6 er Hildur María Jónasdóttir, nummer 7 er fyrirliðin Erna Guðrún Magnúsdóttir, nummer 8 Þóra Kristín Hreggviðsdóttir, nummer 9 Rannveig Bjarnadóttir, nummer 10 Selma Dögg Björgvinsdóttir, nummer 11 Sunneva Hrönn Sigurvinsdóttir, nummer 16 Tinna Sól Þórsdóttir, nummer 14 Elísa Lana Sigurjónsdóttir og nummer 19 Sigrún Ella Einarsdóttir og nummer 25 Katrín Ásta Eyþórsdóttir. Og varamenn hjá IA eru Róberta Lilja Ísólfsdóttir, Veronika Líf Þórðardóttir, María Björk Ómarsdóttir, Anna Þóra Hannesdóttir, Lilja Björk Ólafsdóttir, Þorgerður Bjarnadóttir og Erna Björt Elíasdóttir. Þjálfarar eru þeir sem fyrr, Unnar og Aron Ýmir. Hjá FH er á bekknum varamarkmaður Þórdís Ösp Melsteð, síðan eru aðrir varamenn Arna Sigurðardóttir, Brittany Lawrence, Maggi Lárensínusdóttir, Elín Björg Norfjörð Símonardóttir, Andrea Marí Sigurjónsdóttir og Katrín S. Vilhjálmsdóttir. Nú og þjálfari hjá FH, Guðni Eiríksson. En hér sjáum við að liðin er að koma út. Það er búið að spila, þetta er 4. leikurinn sem er á dagskrá í lengjudeild kvenna í dag. Það er 3 leikjum lokið nú þegar. HK sigraði Hauka á útivelli 1-0, útisigur hjá Víkingi Reykjavík gegn Augnabliki 2-1 og Afturelding sigraði Gróttu 3-1 út á Seltjarnarnesi. Og við heyrum hérna í ungum knattspyrnukonum. 5. flokkur kvenna tekur vel á móti sínu liði hér, styður þær með ráðum og dáð. Þessum að geta að Káramenn, Kári frá Akranesi var að spila í dag austur á Reyðarfirði gegn Leikni Fáskrúðsfirði þar sem að heimamenn sigruðu 1-0. Dómari í dag er Íris Björk Eysteinsdóttir, henni til aðstoðar Kjartan Már Másson og Benjamin Alin Fer. En staðan í deildinni, í lengjudeild kvenna, er einmitt þannig að þessi 2 lið eru jöfn í 5. til 7. sæti með bæði lið með 6 stig eftir 2 sigra og 2 tapleiki. FH-ingar þó ofar með 2 í plús í markatölu og meðan IA með 2 í mínus. En ja, bæði lið geta jafnað við KR sem að situr í öðru sætinu eins og staðan er núna með 9 stig. Afturelding byrjar að slíta sig frá, eru með efstar með 13 stig. En þessi deild gríðarlega jöfn og til marks það að þá eru einungis eftir þessar 5 umferðir eða 4 umferðir, 4 til 5 umferðir, hvernig sem við lítum á það, þá munar 3 stigum á 5. sæti og neðsta sæti, þannig að það er óhætt að álykta að þessi deild mun verða gríðarlega jöfn í sumar. En FH-liðið búin að sigra, eða sigurleiki þeirra komu gegn hvað er ég að segja ykkur, komu gegn Augnabliki
og Víkingi frá Reykjavík, en hjá Ía sigraði HK í síðustu umferð 1-0 á útivelli og man ekki betur en það hafi verið hún Kaja sem að skoraði það mark. Erla Karitas það sigurmark. Þar áður töpuðu þær 4-1 fyrir KR í Vesturbænum og síðan síðast þegar þær spiluðu hér þá sigruðu þær Augnablik 2-1 í gríðarlega spennandi dramatískum leik og upptakan frá þeim leik eins og allar aðrar okkar útsendingar eru aðgengilegar á YouTube-rásin okkar. Ef þið finnið okkur undir IA TV, hvis þið eru búin að finna okkur nú þegar, þá getið þið skoðað úrvalið hjá okkur. Hér strax gríðarlegur sprettur, það Dana Sheriff sem að hæra komast þarna upp í hæra hornið en boltinn út af fyrirliðanum Ernu Guðrúnu. Kemur innkastið, Unnur, nær ekki að setja hann tilbaka á Evu Maríu. Eva í hægri bakarastöðunni, líkt og Marietta Helgadóttir í vinstri bakarinn, síðan það Dagný og Anita Sól í miðri vörninni. Dana Sheriff upp á topp, Unnur Ýr og Erla Karitas svona hlið til hliðar við hana. Bryndís kemur boltana hérna í áttina Kæju en gengur ekki. Það Davidsson sem að tekur frákastið, reynir að finna Dana Sheriff. Hún er gríðarlegri baráttu hérna við Sunnevu sem að þarf að setja hann út af. Ágætis pressa hérna strax í upphæðu leiks hjá heimaliðinu. Davidsson fær hann hérna. Setur hann aftur á Evu. Eva reynir að koma honum inn á teiginn en vinnur hotspinnu. Fínasta byrjun hérna. Og síðan sjáum við að ég ætla að klára svo sem liðst uppstillinguna. En Védís, Bryndís, já og hver einan inn á miðsvæðinu. Það Davidsson sem að tekur hotspinnuna út á Unni, tekur hann stutt, hún inn á teiginn. Eva María rétt missir af honum, Eva aftur í baráttunni nær skotinu en það himinhátt yfir. Já, Bryndís, Védís og Davidsson inn á miðsvæðinu þetta. Kemur langur bolti, Bryndís les þetta. Og Davidsson dæmt brotleg. Hildur. Það er ekki að finna samherja. Slök sending hjá Bryndísi. Það Rannveig sem að vinna boltan, setur hann tilbaka á Sunnevu sem að nær ekki að finna samherja, stungur sending í gegn. Talbert undir pressu, finnur Sunnevu. Sunneva síðan fram á völlinn, kemur langur bolti en þetta í gegn allt og Anita Handsama knöttinn og kemur honum frá hér. Lyftir honum hérna í áttina Davidsson, finnur hana. Hún framlengir, Dana Sunneva nær að vinna boltan fyrir FH. Kemur síðan með stungusendingu. Þóra Kristín í kapplöpi við Anitu. Anita hefur betur. Sending hérna frá Rannveigu, beint á Maríu. Erla Karitas. Heldur boltanu vel hérna, leggur hann á Védís Öglu, broti á henni og aukaspyrna dæmt. Við viljum minna á að sjoppan okkar opinn og við erum að selja alls konar góðgæti en sjoppan hérna við sundlegina hennar. Þetta búin að vera risa helgi hjá okkur á IA TV nú þegar. Hún að senda út 5 beinar útsendingar frá Íslandsmóti í 5 leikjum, hópfimleikum sem var haldið hér á Akranesi. Kemur boltinn inn á teiginn, skalla frá. Védís tekur frákastið, nær ekki að koma skotin í gegn. Finnur síðan Unnur inn á teiginn, Davidsson á eftir en Talbert fyrirgefið fyrst á boltan.
Dana Sheriff setur hann tilbaka á Védísi. Védís leggur hann til vinstri en Erla Karítas var farin á stað. Næsta vörn hérna hjá Védísi. Katrín Ásta að komin hann á ágæti skrið. Hildur. Mari pressar á Sigrún Ellu. Það fangar ennþá með boltan. Selma aftur út til hægri á Sigrúnu. Sigrún kemst fram hjá Mariu. Nær hún að setja hann út í teginn hérna aftur og þarna kemur skot. Ágæti sókn. Þarna var það Selma Dögg sem átti skotið en máttlust í hliðanettið en fínasta uppspil hérna hjá FH. Gerir vel í að komast hérna fram hjá Mariu sem að selur sig aðeins. Það hefði Selma Dögg eflaust vilja að gera betur. Anita spyrnir langt frá markinu yfir allan pakkan. Dana Sheriff tekur hérna frákastið. Herna Guðrún var hérna í smá vandræðum. Unnur Ýr fer yfir á vinstri. Hann að koma honum inn á teginn og þarna á Védís Agla við það að komast í boltan og hornspyrna dæmd. Hver var það sem var á undan henni þarna í boltan? Það var Hildur, sýndist mér. Hildur María. En hættulega sjáum að Védís hérna alein. En ég veit nú ekki hvort að þetta hefði átt að vera hornspyrna en hornspyrna var eins og dæmd. En Védís Agla hefur eitthvað að fundi fyrir þessum árekstri. Honum að þetta sé ekki neitt mikið. Fyrst það fengi hann að högg á mjöðmina. Sjáum þetta hérna einu sinni enn. Lenda hérna saman aðeins. Hún þarf ekki að fara út af. Og þá er McKenna Akimi Davidson tilbúin að taka hotspinnuna. Kemur með hann háan inn að vítapunkti. Eva Marie í baráttunni, boltinn fram hjá henni. Dagný í skot, það kemur skot, það er varið. Fyrir varnarmann hérna á leiðinni. Davidson heyrði frákastið, fer yfir á hægri, reynir að setja hann inn á teginn. Er í vandræðum að koma þessu frá. Erla Karítas finnur ekki Unnur hins vegar gefur það ekki eftir. Davidson síðan í pressunni en það ná að spila sig út úr þessu. Sigrún Ella á Selmu. Selma á Katrínu. Katrín Ásta aftur á Selmu. Selma fram á við. Anita Sól hreinsar hann langt fram. Dana Sheriff fer í árásina en okkurlega gert þarna hjá Erlu Guðrúnu. Selma fær hann aftur. Þetta gerir þetta virkilega vel, vinnur boltan hérna á Sigrún Ellu. Sem er langur bolti fram, Talbert út úr markinu. Erla Karítas pressar, það gerir Dana Sheriff líka. Hún er ennþá með boltan. Tilbaka á Davidson sem er að stimpla sig hérna af krafti inni í þetta lið. Mikið í boltanum. Ég var að lesa þessa sendingu vel. Dennu Davidson. Frábærsnefningur hjá henni. Undir mikill pressu núna. Tilbaka á Anitu. Hún finnur Védís Aglu. Já, þetta er fínasta spilamennska hérna hjá heimaliðin í byrjun. Heyrum fína stuðning í stúkunni. Boltinn út á Sigrún Ellu. Fara mikið upp hérna hægra megin Selma Dögg. Komin í ákjósanlega stöðu, setur boltan fyrir markið. Þetta fer alveg yfir á fjarstöngina. Þá kemur síðan skot sem er beint á Anitu. Sýndist að vera Elísa Lana sem að Sigurjónsdóttir sem átti þetta skot en Anita vel staðsett. Grasið er rennandi blautt þannig að boltinn spýtist ef hann lendir
Anita lyftir þessu inn út til hægri en Sunneva kemst á undan Unni í boltan. Hérna kemur stungusending upp að endamörku, nær Unnur þessu, nei. Fyrir einhverjum mánuðum síðan, jú, örugglega, en ekki í dag. Það fangar að spila út úr þessu. En Skagaliðið pressar hátt. Beina brotleg hérna og dæmt aukaspyrna eða hvað, nei. Skrítin hagnaðarregla þarna. Sýnist. Kemur kastið en hann lesi þetta vel. Erna Guðrún. En innkast sem að Marey tekur. Kastið beint á mótherja. Dæli missir hann aðeins yfir sig en Anita Sól er klár í varadekninguna þarna. Selma Dögg. Davidsson pressar á hana, síðan kemur sendingin út af. Það er hugur í Skagaliðinu, það er nokkuð ljóst. Bryndís í baráttunni, nær ekki boltanum, Védís tilbaka á Anitu. Anita síðan lyftir honum langt fram. Talbert enn eina ferðina út úr markinu í smá vandræðum en hún verður á undan. Þarna hefur nú mátt henda sér á hann og væntanlega taka hann upp. En hún er greinilega óhrædd við að fara út úr teiknum, Katrín Talbert, í markinu í AFH. Og þarna sáum við hvernig aðstæðurnar geta verið pínlítið svikular. Beina með góðan snúning. Davidsson í skot eða hvað, nei, reynir fyrirgjöf. Það fangar í stökustu vandræðum, reyndar Marey hérna smá miskilningur milli hennar og Bryndísar. Bryndís kemst hérna í boltan, Sunneva með langan bolta upp í hægra hornið en of langan og Anita hirðir hann upp. Hún setur hann á Dagníu. Nú er það F-fangar sem hann að pressa. Fít bolti frá Anitu, Védís missir hann aðeins frá sér. Marey skiptir yfir til hægri, Sunneva mætir tilbaka, skallar þetta frá. Eva Hildur út til vinstri en þetta er slögsending. Það er að vera stöður slegnar örlítið út af laginu. Hafnfirðingar hérna með þessari sterku byrjun hjá IA. IA búið að vera mun betri aðilinn hérna þessar fyrstu 12 mínútur. Beina eftir þennan bolta en Sunneva á undan. Og Sunneva gerir vel og vinnur innkast. Tinna Sól setur hann tilbaka, hann fær hann aftur. Tinna reynir sendingu langa, beint á Marey, Eddu. Hún setur hann upp í loftið og farið í bakið hann á Davidsson, ekki dæmt, Selma. Það er Sigrún Ella með ágætisplás, Marey kemst fram hjá henni en ekki fram hjá Bryndísi. En smá vandræði hérna, skot í varnarmann. Og Marey nær síðan að læða þessu hérna fram á Védísi. Védís missir hann aðeins frá sér hérna. En Eva Marey að vinnur innkastið. Það er svona þess að séu einhverja smá taugar á köflum hérna. Það fá einhver að vinna boltan hérna hátt á vellinum. Rannveig. Eða er þetta Þóra vinnur horn fyrir FH. Þessu stutt, það er Sigrún Ella boltinn inn á næstangina, boltinn laus í teignum, það er ná að koma þessu frá.
Katrín setur hann út á Selmu. Selma með Davidsson á eftir sér og innkast. Deina Sheriff með mann í bakinu hérna, leggur hann inn á miðuna á Anitu Sól en á að skipta hérna milli kanta á nokkuð vel. Védís með stunguna, hún er allt of vinnalega fyrir Erlu Caritas. Talbert á Ernu, hún út á Sunnefu. Sunnefa finnur Tinnu Sól, Tinna upp í vinstra hornið, of langt. Og Anita hirðir hennan. Davidsson tilbaka á Bryndísi. Bryndís skiptir yfir til vinstri, þar er Unnur Ýr núna. Búin að skipta kant hérna hún og Erla Caritas. En fínasta varnarvinna hjá Katrín Ástu. Deina Sheriff nær að taka með sér hérna. Fyrir inn á völlin, setur hann til hægri á Védís Öglu. Védís langar í skotið, hún setur hann beint í Sunnefu sem fann nú fyrir þessum. Boltinn síðan inn á teginn en í fangið á kallinn Talbert. Þrumu skot hann á Védísi og Sunnefa fær hann í sig hann miklu afli af stuttu færi í síðuna. Allt annað en þægilegt eflaust náða tæma loftið úr lungunum á henni í augnablik allavega. Það er svo magnað sem dæmi hvað þessi deild í jöfn að eins og staðan í leiknum núna þá fer FH upp eitt sæti, upp fyrir Gróttu og upp í 4. sætið eins og staðan akkurat núna. En það langt eftir. Erla Caritas markahæst hjá IA með 2 mörk. Elísa Lana Sigurjónsdóttir markahæst hjá FH með 2 mörk einnig. Ekki mikið af mörkum hjá þessum 2 liðum. Marey kemur þess á Unnur heppin þarna en ekki eins heppin þarna. FH dæmt þetta innkast. Katrín Ásta beint á kollin á Maríu. Hún finnur Deina Sheriff sem að skiptir langt yfir á Evu Maríu. Eva pressa á hana, missir hann aðeins frá sér. Selma út til vinstri, aðeins fyrir aftan Eilisu og út af. Hafa misjafnast nokkuð margar sendingar svona þegar að FH var að nálga síðasta þriðjung. Eva fær hann aftur úr innkastinu, setur hann inn á miðsvæði sem Eva beint á Unni Ýr. McKenna Davidsson tilbaka á Dagníu, hún finnir ekki Unni. Kemur sendingin fram á veg, gengur ekki. McKenna gríðarlega örugg á boltanum. Marey. Það vildi nú skagakonur fá hendi. Það fengu ekki, það hefði verið mjög grófu dómur. Hildur María á Ernu. Erna reynir að koma með langan bolta beint á Dagníu en hún reynir beint á Selmu Dögg. Selma greinlega í einhvers konar gjörgæslu þarna hjá McKenna Davidsson. Vel spilað hérna hjá FH. Rannveig reynir skotið. Það var máttlítið, Dagný var fyrir því. Hildur. En beint á McKenna Davidsson og hún finnur Deina Sheriff.
og Erla Karitasi fyrir framan hana, ákveður að nota hana ekki strax þegar kemur Unnur Ýr hérna í gegnum miðja vörnina, komið fram hjá markmanninum, setur honum frábærlega gert hjá Katrín Ástu hérna sem sá í hvað stemdi og stilti sér upp þarna fyrir framan markið. En frábær sending og frábært hlaup hérna. Unnur kemst fram hjá Talbert í markinu en Katrín Ásta betri en enginn hérna. En langbesta færið í leiknum hingað til. Kemur hotspinnan inn á markteginn, Talbert slæri þetta út í teginn, þannig að virtist nú slæra hann í samherja þarna, Davidsson aftur komið með hann. Kominn í fína stöðu, vinnur aðra hotspinnu. Hún að heilla mig gríðarlega, þessi stelpa McKenna Akimi Davidsson. Hún að koma bara með mikil gæði inn í þetta lið. Og af þessum leik að dæma þá hún eftir að vera mjög góð viðbót við þetta lið. Kemur sendingin inn á teginn og þarna kemur skalli og þetta framhjá. Var það Dagný sem átti skallan eða var það Marey hreinlega? Getum kannski séð það aftur hérna. Það sennilega Marey sem að ráðast á þennan bolta hérna. Já. Við náðum ekki að stýra þessu á markið. Og Dagný vinnur innkast fyrir Ía. Eva á kollin á Davidsson hérna. Slök snerting hérna hjá Ernu. Setur hann tilbaka á Talbert sem í töluverðum vandræðum og setur hann út af. Ég veit ekki hvort að þessi háa pressa að koma F-áingum eitthvað óvart. En þessi leikáætlun hjá þeim Unnari og Aroni virðist vera að ganga ágætlega upp. Eina sem vantar mark. Eva kastar inn á teginn, þar Dana Sheriff. Nær ekki að snúa. Rannveig reynir langan bolta. Dagný les það. Setur hann út á Evu. Hún tilbaka á Bryndísi. Bryndís nær að snúa, setur hann á Dagný skiptir yfir. Erla Karitasi var hún komin hann á stað í hlaup. Þurfti að snúa við. Marey. Og fyrir þetta innkast, það Ía sem á það. Nei, þau hættu við. Nú var áhugavert því að bæði dómar og aðstoðardómari voru sammála fyrst. En ég held að þetta hafi verið á endanum verið rétt hjá þeim. Hildur leggur hann tilbaka. Hérna út á Katrínu. Þetta vel spilað núna hjá FH. Selma. Hún með Sigrún Ellu fyrir fram að sig. En enda með boltan samt. Selma. Setur hann núna á Sigrún Ellu. Hún kemst fram hjá Marey eina fyrir enn. En Erla Karitasi vinnur vel tilbaka og setur hann út af. En nú nú gefur aðstoðardómar. Nei, þetta einhver smá ókveðni í tríónu núna akkurat þessa stundina. Vel gert hjá Marey, kemur þessu frá. Erla Karitasi vinnur boltan. Og brotið hérna á Dana Joy Sheriff. Og þá ná Skagakonur að létta þessari pressu. Það virtust þarna að vera að ná fínasta takti F-áingar. Dagný lyftir honum hérna í áttina Dana Sheriff. Hún að fleyta honum áfram. Sunneva
reynsar frá, en McKenna Davidson tekur hann niður, reynir að finna Bryndísi, tekst ekki. Rannveig leggur hann tilbaka á Sunnefa á Ernu. Hann á að leysa þetta, fínt, Sunnefa. Upp í hornið, Anita svípar þetta ágætlega. Anita Sól var ekki hrifin af þessum tilburðum hjá Þóru Kristínu hana. En það er allt í góðu. Anita lyftir þessu fram á við. Fleygt áfram af F-háðingum. Þeir eru mikið að reyna að stinga boltanum. Það er tventar að stinga upp vinstra megin og reyna að spila sig upp hægra megin. Það hefur verið svona þeirra sóknartilburðir hingað til sem hafa ekki borið árangur. Það hefur þó skapast meiri hætta þegar það var náð að spila hérna upp hægra megin. Þá sérstaklega þeir Sigrún Ella og Selma Dögg. Þetta er ágætlega spilað hjá FH þangað til þessi sending fór út af. FH þangað aðeins að færa sig upp á skafti núna, síðustu mínúturnar. Rannveig á Sunnefu, en McKenna kemur honum hérna upp í hornið en vil lesið af Ernu Guðrúnu. Sunnefa með langan bolta, þar er Þóra Kristín en þar er líka Dagný Halldórs og boltinn endar hjá Anitu. Anita, hvað var með hann? Stígar! Þetta fer í við alla Erla Karitas hérna í kapplaupi við Ernu. Erna er á undan, gerir þetta vel. Selma Dögg heppin hérna með fyrstu snertinguna. Kemur á ferðinni. Og þessi sending beint á Mari Eddu. Og Dagný Sheriff stíginn hérna út. Erna Guðrún gerði þetta mjög vel, sendingin út til hægri á Sigrún Ellu. Sigrún fer í árásina, kemst fram hjá Mariu. Védís Agla mætir og hjálpar. Hildur út á Katrínu. Katrín inn að teignum. Þar er McKenna mætt. Unnur Ír. Losar hann hérna upp vinstra megin og Katrín Ásta heyrðir boltan. Sendingin of löng. Marey reynir að finna Dagný Sheriff, gengur ekki. Sér hann þá inn á Marey. Núna finnur hún Dagný Sheriff, farið í baki á henni hérna en hún heldur boltanum. Það er að snúa. Erla Karitas, sendingin allt og framalega. En hugmyndin fín. Fín pressa hérna og Erla Karitas. Hún finnur Unni Ír inn á teiknu. Unnur Ír nær hún skotinu. Nei, Sunnefa gerir. Sunnefa togar hana niður. Þetta verðum við að sjá aftur. Ekkert dæmt hins vegar. Já, þegar tækifæri gefst þá munum við sjá þetta aftur. Mér fannst þetta alveg klift og skorið. En ekkert dæmt hins vegar. Dagný Sheriff gerir þetta vel. Unnur Ír. Unnur ætlaði sér nú held ég að setja hann inn fyrir og Erla Karitas tókst ekki. Frábær vörn þarna, já, sendingin tilbaka, tæp. Þóra vann boltan fyrir FH, Hildur, yfir á Selmu.
Védís lokar á hana, en þá Sigrún Ella með ágætispláss hérna Marey og tekur hana niður eða hvað. Hún ákveður að dæma ekki, þannig að þetta þurfum við kannski að sjá líka. En við sjáum hérna fyrst, sjáum Unnur hérna við það að komast. Já, það hefði verið hægt að dæma víti á þetta, held ég alveg örugglega. Og svo hinum megin gerist þetta, en hún dettur hérna skrefin og eftir. Það ekki dæmt, þannig að kannski bara Salomon hér að verki. Allavega held ég að Skaga menn og konur hefðu ekki verið sérstaklega sátt. Selma hér nær ekki að komast í skotið. Setur hann út til vinstri, tilbaka á Sunnevu. Sunneva síðan lyftur þessu inn á teiginn. Þetta innanlega beint í fangið á Anítu. Já. Áhugaverður kafli hérna sem að bæði lið í rauninni vildu fá vítaspyrnur hérna bara 2 sóknir í röð. En ekkert víti og ekkert mark en þá hér eftir hálftíma leik. Unnur gerir þetta vel. Lítur á möguleikana, skýtur honum beint í Sunnevu. Það virðist vera eitthvað þema dagsins. Sunneva lyftur þessu, Eva les þetta vel, skalla frá, Bryndís nær ekki að finna Evu þarna. Eina við það að vinna boltan, já, hún tekst að hérna miklu harfylgi sendingin inn fyrir Erla Karitas og hún dæmd rángstæð. Þetta var mjög lítill munur en ég held nú alveg samkvæmt öllum ströngustu reglum við nú séð rángstöð og alls konar síðast liðið ár eftir að vídeódómgæslan var tekin inn og ég held að hún hefði alltaf verið teiknur rángstæð þarna. Hún var, held ég, komin aðeins og langt. Held ég að þetta sé hárréttur dómur. Sunneva pressa á hana. Þóru, nei Rannveigu fyrirgefiði. Nei, þetta Þóra. Það væri gaman að sjá hvaða mark í þennan leik myndi nú, hverju það myndi breyta. Þetta kast frá Evu ekki nógu gott. Það það einhver að koma sér hérna í sók. Selma Dögg út til hægri, Sigrún Ella eina ferðin enn á móti Marey, kemst fram hjá henni. Védís hjálpar, boltinn út í teiginn, náðar að koma sér í skoti. Bryndís hindrar það í bili allavega. Hér kemur síðan skotið, það í Anítu Sól. Selma tekur frákastið, lyftur honum inn á teiginn og þar kemur skalli rétt fram hjá markinu frá Rannveigu Bjarnadóttur. Þessi var ekki langt fram hjá stönginni, held ég að sé óvægt að segja. Fínasti skalli en Aníta svo sem ekki langt frá þessum bolta. Bæði lið að skapa sér marktækifæri hérna. Védís nær ekki að taka hann niður. Það var erfitt. Sterk hérna Selma. Setur hann út til vinstri á Rannveigu. Rannveig síðan lengra á Elísu. Elísa nálgast teiginn, komin inn fyrir Evu Maríu. Nær hún ekki að leggja út í teiginn eða hvað. Þóra nær ekki að hitta boltan. F-áingar held ég að sé ótt að segja búin að koma sér vel inn í leikinn sem að Ía leiti var yfir hérna á flestan hátt framan á leik. F-á búin að ná að koma einhverju svona takti í sinn leik. Hér kemur sendingin inn fyrir eina ferðin enn en Aníta kastar þessu segjan hérna fram á Unni sem að fleytir honum áfram en beint á Rannveigu. Þóra, Aníta Sól til varnar og gerir þetta vel Aníta á markspyrna. Aníta spyrnir þessu inn út til hægri, beint á Rannveigu.
Elísa nálgast, Hegin að koma sér í skotfæri hérna en Dagný lokar á það. Boltinn berst til Unnar. Unnur séð með stungusendingu í gegn. Hún of löng fyrir Erlu Karítas. Skalið hefur nú aðeins svona dregið úr þessari mestu hápressu hérna sem voru með í fyrri hluta hálfleiksins. Selma Védís til varnar, Selma gerir þetta vel, kemur boltanum inn á tegin. Eva María hreinsa frá og Bryndís tekur hann niður. Finnur Erlu Karítas, hún á Dagný Sheriff. Unnur Ýr fer á stað. Þarna Davidsson, hún hefur ekki náð að komast mikið á boltan undanfarið. Sjáum að McKenna Akimi Davidsson hefur nú virðist hafa fengið hérna högg á andlitið. Vel gert hjá Evu Maríu þarna. Tæpa 9 mínútur eftir að venja leiktíma hérna í fyrri hálfleik, staðan ennþá 0-0. En sennilega sanngjörn staða þannig séð, en Ía hefur fengið langbesta færi leiksins þegar að Katrín Ásta varði á línu eftir að Unnur Ýr var búin að sigra Talbert í markinu. Já, henni á að koma þessu frá. Það fara að liggja aðeins á Ía-liðinu núna. Dagný Sheriff með að snúa. Horfir yfir Bryndís. Védís séðan hérna vinstra megin. Og Davidsson á ferðinni. Erna gríðarlega fljót hana í aftustu línu hjá FH. Védís alltaf stoppar þetta. En Selma enda með boltan. Og Védís brýtir séðan á henni hérna. Sigrún. Gríðarlega leikinn hérna, en einu sinni ræðst hún á Mari Eddu sem að verða samstuð hérna og það dæmt. Hvað? Þá það, ef þetta brot, þá þetta vítaspyrna. Þetta svo sem búið að vera þessi barátta á milli þeirra Maríar og Sigrúnar Ellu búin að vera og hvað það aukaspyrna dæmt. Við skulum sjá þetta aftur. Það ekkert var, sjáum að Mari inn í teignum og þetta á allan daginn að vera vítaspyrna, vist að það brot. Ég veit ekki hvort að einhverju hrokki við, það ekki komin hálfleikur sko, en já, þarna held ég að Skagaliðið hafi verið gríðarlega heppið. Ég veit ekki hvort að mati var að broti hefði verið það lítið eða eitthvað, það ákvað að færa þetta út fyrir en það Sigrún Ella, nei, það Sunniva sem fer í skoti. Dagný blokkerar það, Bryndís kemur síðan boltanum frá en ég held að, og hver á yngastið, það Ía, já. En Skagaliðið þarf að fara aðeins að rifja upp hvað það var sem að gekk vel hérna í upphafi leiks.
Erla Karitas nær ekki að taka niður. Fín barátta hjá Védísi, dæmd brotleg samt. Koma, fangar Þóra, þetta er vel spila núna. Sunneva með boltan inn á teginn. En Anita grípur þetta auðvitað 5 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Kemur spyrnan. Deina nær ekki að taka með sér. En leysa þetta ágætlega Selma á Sigrúnu en Mari er á undan núna. Tilbaka á Anitu. Anita hreinsar þetta frá. Selma tekur hún á kassan, glæsilega gert hjá henni. Selma og Sigrún búin að vera hérna erfiður ljár í þúfu skagaliðsins hérna úti hægra megin og brotið hér á Deini Sheriff og Anita býr sem til að taka þessa spilni og kemur með hann langan hérna út til hægri. Deina Sheriff skallar þetta áfram á Unni. Eva María kemur utan á hlaupið. Deina finnur Eva Maríu og Eva María dæmd rangstæð. Þarna Erna losar þetta fram á við. Þóra nær ekki að finna Tinnu þarna eða hvað. Eva á Bryndísi. Bryndís tilbaka á Evu. Eva síðan beint á Rannveigu en boltinn endar hérna hjá Anitu. Gerir þetta vel, lyftur hann út á Maríu. Maríu vantar stuðning núna hérna fyrir fram að sig. En verður að vinna yngast hérna. Og alveg 2 þennan bolta. Marey finnur upp Deinu, nær að halda þessum inn á, nei. Það virtist alltaf að ganga hjá henni. Frábærlega gert hjá Selmi þarna en boltinn út af. Boltinn laus hérna og þá heyrður hann. Selma tilbaka á Katrínu. Katrín Rannveig komin hérna út til hægri líka. Sigrún Ella. En Mari gerir þetta vel. Skali búið að detta töluvert tilbaka, falla tilbaka hérna. Védís, en þá með boltan, glæsilega gert hjá Védísi. Setur hann á Davidsson sem að með slaka snertingu þarna. Selma
Selma inn á Sigrúnu, Sigrún síðan aftur á Selmu, Selma inn í dauðafæri hérna með skot, Anita Verðan, boltinn út í teginn og Þóra fylgir á eftir og FH komnar yfir hér 1-0, þetta lá í loftinu, Skagalið búið að falla fullmikið tilbaka, FH liðið búið að ná góðum takti í sitt spil og núna gríðarlega sárt fyrir ÍA-liðið að hafa ekki náð að nýta þetta færi sem Önnur Ýr fékk og jafnvel að fá ekki þessa vítaspyrnu sem að óskuð eftir og 2 mínútum bætt við sýnist mér, dómarinn gefa merki hér til síns aðstoðardómara Herta Karitas þetta nú lítið upp á að það er einhver ræsingur að myndast hér en Selma rennir þessum einn fyrir Anita út úr tegnum losar hann fram Erna skalla frá beint á Davidsson með fína snertingu þarna finnur Deinu Erna gríðarlega grimm þarna kemst fram fyrir hana og Deina Sheriff dæmd brotleg allt annað en sátt og næli sér hér í gult spjald Já, það er að færast lífi í þetta hérna mínúta liðin á uppbótartímanum Það er Erna Guðrún sem að tekur spyrnuna og bara fyrir Skagalið að koma þessu frá megum við ekki við að fá annað mark hérna Marey kemst inn í þessa sendingu Rannveig út til vinstri komnar inn á tegin hérna fín vörn hjá Evu Maríu og aukaspyrna dæmd og þá fer nú væntanlega að vera bara að flauta til hálfleiks hérna komnar 2 fram yfir Bryndís á Védísi aftur á Bryndís á og þá er flauta til hálfleiks hér staðan 1-0 í hálfleik með þessu marki Þóru Kristínar Hreggviðsdóttur á 45. mínútu búið að vera nokkuð fjörugur leikur hingað til ÍA-liðið nálægt í að skora þegar Unnur Ýr komst einu gegn og framhjá Talbert í markinu en Katrín Ásta varði á marklínu en við munum taka okkur hlé í þessar 15 mínútur fram að síðari hálfleik en komum síðan með við kannski ættum að sjá markið aftur þó það sé nýbúið að gerast áður við förum í pásuna sjáum þetta hérna Selma Dögg með skot sem að Anita nær ekki að verja og Þóra fyrst á boltan en já, þetta er markið sem að komið er í leikinn við tökum okkur hlé hérna og komum aftur með síðari hálfleikin hérna eftir cirka 15 mínútur ekki fara langt
Jæja, gott fólk, kæra áhorfendur, velkomin aftur hérna á Norðurálsvöllin með mér. Örn Arnarsson heiti ég og er búinn að fylgja ykkur í gegnum fyrri hálfleikinn hérna í leik IA og FH í lengjudeild kvenna. Framundan síðara hálfleikur staðan 1-0 fyrir FH. FH-ingar náðu að komast yfir hérna rétt undir lok fyrri hálfleiks með marki frá Þóru Kristínu Regnvaldsdóttur. Skagalið byrjaði leikinn af miklum krafti og voru í rauninni hásbreytt frá því að skora svona miðjan hálfleikinn þegar Unnur Ýr Haraldsdóttir komst í gegnum vörnina og fram hjá Katrín Talbert í markinu, en Katrín Ásta Eyþórsdóttir varði á línu. Bæði lið vildu fá vítaspyrnu á stuttum kafla, fengu hvorugt og FH-liðið hélt nú, taldi sig að vera búið að fá vítaspyrnu á einum tímapunkti, en brotið var í rauninni fært út fyrir nýr leikmaður hjá FH. Inn á var að koma leikmaður númer 14, Brittany Lawrence og
Fyrir hverja ég ekki viss. Svona við fyrstu sýn. Hún allavega kemur sér fyrir hérna framalega á vellinum. Hún ennþá hérna Elísa Lana. Spurning hvort hún að koma inn á fyrir Tinnu Sól. Tinnu Sól Þórsdóttur. Mér sýnist það hreinlega byrja sólin að skína á okkur hérna á Akranesi. Já, ég held við getum staðfesta Tinna Sól Þórsdóttir fór af velli og í hennar stað kom Brittany Lawrence. En skaliðið þarf að rífa sig upp. Lawrence kemur honum hérna á Elísu. Elísa kemst fram hjá Evu en Védís Agla gerir þetta vel en hornspyrna dæmd. Sem bjóða sig stutt hérna, kemur síðan inn á nærsvæði, skalla út í teginn. Dagný skallar hann upp í loftið, Anita Sól síðan. Það að klára hreinsunina. Dana Sheriff, fyrst á boltan. Kemur hérna á flegiferðið hægra megin. Unnur Ýr kemur upp vinstra megin. Skildi Dana sjá hana. En frábær varnarvinna enn og aftur. Katrín Ásta að sýna að hún betri en enginn hérna í öftustu línunni hjá FH. Það að stoppa þetta upplaup hjá Dana Sheriff sem var orðið ansi ógnandi. En hornspyrna sem að IA fær hérna snemma í síðara hálfleik. Það McKenna Davidson sem að tekur spyrnuna út í teginn og þarna kemur skallinn. Það Marietta aftur sem að fyrst á boltan en skallar hann fram hjá fjærstönginni. Sunneva með hann langan fram. Þóra kemst ekki boltan. Anita kemur í frá. Elísa finnur Þóru. Það verður ekki að finna samherja og Anita hreinsar þetta út af. Erla Karítas núna hérna hægra megin, Unnur Ýr vinstra megin. Dana Sheriff gerir þetta vel en FH konur með boltan. Erna reynir að setja henni í gegnum vörnina. Dagný misreiknar hana aðeins þarna og Anita nær ekki að bjarga þessu frá því að fara í hornspyrnu en það dæmd rangstæða hins vegar. Það var snöggur að taka í gikkinn hérna. Fínustu fréttir fyrir Skagamenn. Anita losar þetta fram. Dana Sheriff nær ekki að komast í boltan. Þetta ágætlega gert hérna. Þóra eldir þennan. Þetta of langt. Endar hjá Anitu Ólafsdóttur í markinu. Já, já. Það er í bakið á McKenna Davidson og kannski ágætt að fara yfir liðin eins og sem eru inn á vellinum. Það er í markinu og IA Anita Ólafsdóttir síðan í varnarlínunni eru Anita Sól Ágústsdóttir, Eva María Jónsdóttir, Marey Edda Helgadóttir og Dagný Halldórsdóttir. Á miðjunni er það Bryndís Rún,
Þórólfsdóttir og Védís Agla Reynisdóttir og McKenna Akimi Davidson og kemur boltinn inn á teginn, skalla frá af Ernu Guðrúnu, Védís tekur frákastið, síðan fremstu þrjár hjá IA eru Dana Joy Sheriff, Unnur Ýr Haraldsdóttir og Erla Karitas Jóhannesdóttir. Í liði FH er það Katrín Talbert sem er í markinu. Síðan eru aðri leikmenn Erna Guðrún Magnúsdóttir, Hildur María Jónasdóttir, Þóra Kristín Hreggviðsdóttir, Rannveig Bjarnadóttir, Selma Dögg Björgvinsdóttir, Sunneva Hrönn Sigurvinsdóttir, Elísa Lana Sigurjónsdóttir, Sigrún Ella Einarsdóttir, Katrín Ásta Eyþórsdóttir og Brittany Lawrence sem kom inn á í hálfleik. En þessi bolti rennur aftur fyrir og markspyrna dæmd. Svo ég kom inn á hann fyrir leiknum að eins og staðan er akkurat núna þá jafnar FH KR að stigum í öðru til þriðja sæti þá. En það sama myndi í að gera ef það ná að snúa þessum leik sér í vil. Hildur María missir hennan frá sér þarna en boltinn út á Elísa nálgast teginn hérna, Lawrence tekur hlaupið, Elísa fyrir skotið, Davidson er fyrir, Rannveig kemst í skotið, þetta er yfir markið, alls ekki svo langt frá því. Eva fær boltinn hérna frá Anítu, losar hann síðan langt, Unnur fer undir hann, missir af honum og Dagný skallar þetta frá Selma, heldur þessu á lofti, Lawrence tilbaka á Selmu, Erna Guðrún og til hægri, þar er Sigrún Ella, Hildur aftur á Sigrúnu, nálgast teginn hérna. Hildur fær boltan aftur setur hún hann inn í teginn, Selma tekur snúningin, fer í skotið, Anita missir hann frá sér, býtur boltinn er laus í teignum og ekki dæmt og það er mark! 2-0 fyrir FH, ég verð að segja, í öllum hamagangnum sá ég varla hver átti síðustu snertingu þarna, var það Sigrún Ella Einarsdóttir sem að setta hann yfir marklínuna, Anita Ólafsdóttir misti boltan hérna frá sér í fyrsta skotinu og nú er staðan orðin erfið fyrir heimaliðið, kemur hérna skotið. Og þjálfarar kvenna kvarta sáran, en ég held reynilega að það sem að þeir vilja meina að hafi gerst er að það bara gerist ekki. Anita fekk engan FH í sig þarna held ég. Védís setur hann inn fyrir vörðina en þetta er óvinnalega fyrir FH-ingar bara í bílstjórasætinu hérna núna í góðum feeling. Elísa á Rannveig skiptir yfir til hægri, Sigrún Ella nær stjórnaboltanum. Potarnum fram hjá Mari. Ára Selma inn á teginn, Þóra fyrir árásina, Anita gerir vel. Dagný hreinsar þetta síðan frá, Unnur Ýr farið aftan í hana en ekki dæmt. Sigrún kemst fram hjá Mari eða hvað? Já, nei, Mari næra truflan og nóg. Það þarf eitthvað að fara að gerast hjá heimaliðinu.
Hún er bara að sparka. Setur hann út til hægri og út af. Fín pressa núna. Það þurfa aðeins að kannski að skrúa upp pressuna aftur til þess að koma sér inn í leikinn og gera F-fangum erfitt fyrir eins og það var hérna, eins og það gerðu fyrir hluta fyrirháleiks. Þá fengu F-fangar engan frið á boltanum. Rannveig með fína snúning. Kemst fram hjá Védísi. Ennþá með boltan. Leggur hann tilbaka á Sunnevu. Sunneva ekki með góða fyrstu snertingu þarna. Kemur boltanum síðan hérna á Elísu. Elísa nálgast heim, Bryndís stoppar þetta. Það halda boltanum. Kemur síðan skotið, það beint á Anitu. Hildur María með þetta skot. Þetta í lagi. Allir varamenn Ía búin að vera að hita upp núna í töluverðan tíma. Marey Vigdís með ekki að reikna þennan út. Kemur Sunneva út á Elísu. Elísa Lana leggur hann út í teginn. Bryndís hirðir hann. Védís losa hann síðan fram en ekki, þeir komast ekki frá Elísa. Það var það Anita sem að hreinsa frá allt Ía-liðið á eigin vallarhelmingi hérna núna meira og minna. En stuðningurinn dvínar ekki. Það er gaman að heyra. Sama hverju ágengur. Steina, þessu niður bakinu hérna. Næra að leggja hann aftur á Evu. Eva á Védísi. Védísi vantar stuðning. Leggur hann tilbaka á Anitu. Anita síðan spyrnir boltanum til F-fáinga. Hildur með sendinguna. Marey las þetta. Bryndís. Unnur fær hann í fætur hérna. En missir hann frá sér. Og Selma og Unnur Ír nær sér í, já, tilþrifa gult spjald hérna. Þetta var aldrei spurning. Tveggja handa peysutók. Það sést ekki á hverjum degi. Það var mjög einbeittur brotavilji. Og svona gætir einhvers svona smá pirrings held ég. Unnur allavega í tvígang ósátt við að fá ekki aukaspyrnur og einu sinni ósátt við að fá ekki vítaspyrnu, þannig að þetta svona hleðst upp. Vonandi hún sé búin að fá útrásina fyrir þetta. Það er Erna Guðrún með aukaspyrnu fyrir FH. Kemur boltinn inn á teiginn. Anita út úr markinu. Védís Agla var komin aftur fyrir hana hana. Sýnst að vera Rannveig hana sem var nálægt í að skalla hann yfir. Elín Björg Norðfjörð Símonardóttir heyrðist mér að fara að gera sig klára hérna fyrir FH. Kom inn á Lilja Björg. Ólafsdóttir líka, já Ía. Það er að nálgast varamanna bekkina að gera sig tilbúnar. Það er Sunneva sem að tekur hotspyrnuna, tekur að stutt núna. Elísa reynir að komast í skoti, gengur ekki. Védís Agla var fyrir. Erna Guðrún á Sunnevu, Sunneva. En þá með boltan, gerir þetta vel. Bryndís mætt, stoppar hana. Unnur Ír, leggur að stað. Rannveig. Það er umkringingina nánast. Og boltinn út af.
Deina næra halda boltanum hérna undir pressu. Henda með hann, en síðan bara fjölgar F-fáingum í kringum hana og það vinna boltan af henni. Elisa missir hann aðeins frá sér, hana Eva kemst aftur fyrir hana. En Elisa heldur áfram hlaupinu og Bryndís hjálpa til, vel gert. Lorenz nær ekki að taka þetta með sér. Unnur tilbaka á Marey, Marey fær aftur, setur hann aftur á Unni, Unnur horfir fram á við, setur boltan beint í Katrín Ástu. Elisa fer í árásina hérna á Evu Maríu, kemst á vinstri fótinn eitthvað. Anita Sól til vara hana og gerir þetta virkilega vel í það mund sem að byrjar að rigna aftur hérna á Akranesi. Og skipting, það tvöföld skipting hjá IA, Lilja Björg Ólafsdóttir og Róberta Lilja Ísolsdóttir að koma inn á. Védís Agla sýnist mér sem að fer að velli fjær og Unnur Ýr Haraldsdóttir. Lilja Björg væntanlega kemur þá inn á miðjunni stafir í Védísi. Eins að koma inn á Elín fyrir markaskoraran Þóru Kristínu Reggvisdóttur og í hennar stað kemur Elín Björg Norðfjörð Símonardóttir. Og Lilja Björg og Róberta komnar inn á. Róberta fer þá í fremstu línuna í stað Unnar. Eva María lyftir þessu langt. Selma á Rannveigu. Og Katrín gerður einnig breytingu á síðanlegin. Það fóru leikmenn 17, Gítasakar Reynisdóttir og nr. 27, Unnur Ýr Haraldsdóttir. Lilja Björg með sem að skoraði þetta dramatíska sigurmark í að gegn Augnabliki hérna í síðasta leikið á Norðurálsvellinum í uppbóta tíma. Það IA sem á þetta innkast. Fín pressa hérna á Deinu, Sheriff, Erla Karitas, finnur Róbertu. Róberta út til vinstri á Lilju. Katrín gríðarlega snögg og fer nú hérna nokkuð miklum krafti inn í Lilju og aukaspyrna dæmt. Dæni ætlar náttúrulega að taka þetta bara langt hérna. Lilja fer undir hann hérna, lætur hann fara. Erna Guðrún kemur hann frá. Finnur Elísu eða hvað? Nei, Eva María er undan. Það er að kenna Davidsson. Og vinnur innkast. Það var nefnilega í aðdraganda fyrsta marks FH sem að McKenna Davidsson misti boltan á mjög slæmum stað fyrir IA og upp á því kom þetta mark. Selma vinnur boltan. Bryndís gerir þetta virkilega vel. Davidsson á Deinu. En Sunniva vel á verði. Það var slagt kasti á henni. Boltinn tilbaka á Ernu. Það er lítil pressa á miðvörðum FH núna. Fín pressa hann og Evu kemur boltanum á Erlu Karitas. Sendingin frá henni, lesin af Sunnevu. Sunneva síðan lyftir honum hérna inn fyrir. Það er Elín sem eldir. En Anita er vel á verði. Vel gert hjá Davidsson. Þetta vantaði lítið upp á að Deina kemur boltanum inn fyrir á Erlu Karitas. Þá kemur Elín, komin inn á teginn. Anita mætir í hjálpavörnina og setur hann aftur fyrir.
og hotspinna sem að FH fær hér en að 65 mínútur tæpar eru liðnar af leiknum. Taka þetta stutt, Elísa inn á markinu og Anita grípur þennan vel. Selma með boltan fastan fyrir en aftur fyrir. Aron Ímir vill að spila þessu núna. Eva losar þetta langt hins vegar. Fyrir yfir Hildi. Róberta nær ekki að taka með sér. Það fangar leysa þetta virkilega vel. Það er Róberta Lilja. Kemur með boltan hérna fyrir Ía. Sér svæði sem hann langar að setja hann í. Finnur Erlu Karitas og Erla Karitas finnur svæðið en þarna vantaði bara hlaup frá Samherja. Fín pressa hjá Lilju. Innkast sem að FH fær. Önnur skipting væntanleg hérna hjá FH-ingum. Katrín S. Viljámsdóttir er að koma inn á. En það er að bíða hérna smá með hana í að klára þessa sókn. Marey. Finnir að finna Róbertu, gengur ekki. Og markspyrna, þá er skipting. Þá er skipting. Katrín S. Viljámsdóttir kemur inn á fyrir hverja. Er það Elísa Lana Sigurjónsdóttir sem er hérna. Spjallu við hana. Jú, það er hún. Og ætlar í að liða aðeins að þrýsta sér ofar á völlin hérna. Spurning hvort að, já, það er alltaf að taka það bara langt á. Erna Guðrún sér að spilna þessu framvöllin. Sér að hálfleikur hálfnaður hérna. FH í kjörstöðu. Dæni setur hann tilbaka á Anitu. Lorenz pressar á hana. Vel leyst hjá Anitu. Setur hann út til vinstri á Lilju Björg. Selma nær að halda þess inn á. Tilbaka á Talbert. Fín pressa hérna núna. Með langur bolti fram, Anita Sól. Setur hann frá, Marey lyftir þessu. Það var svolítið mist boltan upp í háloftin hérna. Eftir mjög fína byrjun hérna. Sem að hefði verið forvitnilegt að sjá hvernig þessi leikur hefði þróast ef að ég hefði náð að skora þegar þeir áttu sinn besta kafla hérna í upphafi leiks. En ef og hefði hefur aldrei unnið neitt. Erla Karitas pressað á hana. Eva vinnur boltinn hérna aftur, kemur boltinn þá beint á Sunnefu. Sunneva kemst fram hjá Davidsson, leggur hann upp í hornið, Elín eldir en Anita Sól er á undan. Anita Sól, þessi hreinsun ekki alveg nógu góð en rangstaða dæmd á Elínu Björg.
Mark frá Ía fljótlega, gæti hleypt þessu upp í skemmtilegan loka mínútur hérna. En það þarf eitthvað að breytast til þess að það gangi. Elín Björg ekki rangstæða þessu sinni. Setur hann út í tegin en Bryndís les það. Kemur honum á Evu Maríu eða hvað? Jú, Eva heldur honum inn á. Sendingin frá henni ekki nákvæm. Sunneva missir boltan út af. Það feitir þessu áfram. Boltinn aftur á Evu Maríu, lyftir þessu fram hér á fín barátta hérna, McKenna Davidson vinnur boltan, lyftur hann síðan hérna inn fyrir vörnina. Róberta Lilja er á undan. Nate Albert kemur út úr markinu á hárréttum tíma og út úr teignum. Virkilega vel leyst. Þá koma F-fangar hérna, Sunneva Lorenz, Lilja Björg á eftir henni og Mari þetta lesa þessa sendingu vel. Róberta fær hann, er ennþá með hann, brotið á henni. Dani Halldórs sendin í tegin. Eva María fer líka. Það taka sjensa hérna núna. Anita er að fara að lyfta þessu inn á tegin. Kemur boltinn inn að vítapunkti. Boltinn það var að detta í tegnum hérna. Það ná að koma þessu frá. Katrín út á Elínu. Elín snýr og leggur á stað. Erla Karitas á eftir. Bryndís er líka til varnar. Elín gerir þetta virkilega vel. Skiptir yfir til hægri. Frábær snerting hérna og rangstæða dæmt síðan á Brittany Lorenz. F.A. auðvitað eitt af þessum liðum sem hafa verið svona eins og jójó á milli efstu deildar og næst efstu deildar undanfarin, ansi mörg ár hafa og sterkt lið verður örugglega í efri hlutanum í lengjudeildinni í sumar þar sem að Ía vill vera. Kemur langur bolti fram. Sunneva nær að lesa þetta og skalla þetta frá. Þá kemur Katrín. Beina á eftir henni og Katrín missir hann út af. Eva á Davidson. Aftur á Evu. Eva skiptir yfir að Lilja Björg er að taka með sér. Lilja reynir síðan að træða hann í gegn en Erna Guðrún les það eins og opna bók með stóru letri. Já, þær þurfa að þora að spila boltanum hérna aðeins. McKenna með hann, ennþá með hann. Nær ekki að finna Deinu. Kemur boltin í gegn, Anita Ólafsdóttir reynsar frá. Selma skallar hann tilbaka. Anita reynsar aftur frá. Þetta er mikið í loftunum núna. Deina með fína skalla hérna. Það er í pressuna Erna Guðrún á Sunnevu og fín pressa hérna hjá Erlu Karitas, vann þetta innkast. Deina nær ekki að finna Lilju Björg hérna, Bryndís eins og að tekur boltan hérna og sendingin frá Evu ekki nákvæm. Brittany Lorenz í baráttunni með Bryndísi. Bryndís hefur betur. Bryndís setur hann inn fyrir en ofinnalega. Vantar aðeins
meiri yfirvegun á ÍA-liðið. En þær eru búin að vinna boltan. Erla Karitas skiptir yfir til hægri. Erna Guðrún gerir nóg. Deina er á undan. Katrín Ástu í boltan og vinnur aukaspyrnu hérna á fínum stað. Korter eftir. Nú vilja heimamenn fá mark hérna. Heimakonur líka. Það er Anita Sól sem að tekur spyrnuna, rífur upp sokkana, það er góð sviti. Anita lyftur þessu innan nær svæði, Talbjörn út úr markinu, kýlir hann frá. Síðan er Loren sem að næra koma þessu lengra frá og þetta endar fyrir utan hliðalínu þarna fjær. Aukaspyrna dæmd hérna á Lilju Björg. Kemur spyrnan inn fyrir vörnina en endar hjá Anitu í markinu. Rannveig vinnur skallan. Elín gerir þetta vel. Boltinn til sendingin tilbaka, tæpen Anita nær að komast fyrir boltan, síðan kemur varamaðurinn Katrín S. Viljámsdóttir sýnist mér sem að setur hann í netið. Sendingin tilbaka frá Anitu Sól þarna allt og laus. Það virtist vera Anita í markinu hefði náð að bjarga því sem að bjarga varð en allt kom fyrir ekki og Katrín S. Viljámsdóttir gerir þetta virkilega vel og skorar þriðja markið fyrir FH og þá held ég að sjá hægt að segja að leiklokið. Maggi Lárensínusdóttir er hér að koma inn á fyrir Sigrún Ellu sem er búin að eiga skínandi fínan leik. Og Maggi kemur inn í vörnina. Kemur langur bolti fram en ekki á neitt Samherja. Hver á þetta innkast, það er FH. Sunneva geysist hérna upp. Elín fær boltan. Eva María til varnar. Boltinn kemur inn á teginn en siglir í gegnum allan pakkan og aftur fyrir. McKenna Davidson nær að snúa. Vantar aðstoð þarna Bryndís síðan tilbaka á Eva á Bryndísi. Bryndís snýr Selmu af sér eða hvað, nei, endar tilbaka hjá Anitu sem að losar hann beint á Hildi.
Hildur María út til hægri, Katrín Ásta. En þessi sending of framalega fyrir Katrínu S. Já. Hei, bjóðu þeim upp hérna, dansmaður. Bjóðu þeim að gefa hann og ráðist svo á þetta. Anita, langan fram. Teina, nær ekki að taka niður. Erna pressar vel á hana en hún nær boltanum aftur. En frábærlega gert hérna hjá F-fangum. Skilið ykkur á. Og var hann með dugleg. Hildur, Bryndís, nær ekki á henni boltanum. Ekki, hvað sérðu? Yes! Maggi, út á Katrínu. Á Katrínu og aftur á Katrínu. Svolítið einhæft. Erna. Og Sunneva. Lorenz. Nær ekki að finna Elínu. Lilja Björk hjálpa til hérna. Og Eva, gríðarleg pressa núna hjá FH. Og innkast sem að FH fær. Spurning hvort að þjálfarar IA ætla sér ekki að gera fleiri breytingar á liðinu. Þannig á Sunnefu þær eru bara komnar í ansi fínan takt hérna. FH-liðið búin að vera frá svona 30. mínútu eða svo. Verðskulda þessa fórystu held ég verði að leyfa mér að segja. Anita spyrnir út til vinstri, Róberta Lilja með Katrín Ástu í bakinu. Og þessi endar út af og það er ekki einróma álit dómara en IA fær innkastið þannig. Dómarinn hefur 2 atkvæði gegn 1 aðstoðardómarans. Marey er ekki að finna samherja en vinnur annað innkast. Marey missir hann hérna og ólulegt innkast dæmt. Marey vinnur boltan fyrir IA en F-fangar aftur konu með hann. Frábær skipting hérna. Sunneva nær að halda þessi inn á. Sunneva finnur Rannveig. Færir hann lengra, Hildur. Katrín. En Lilja Björk heilir af henni boltan. Róberta leggur á stað. Katrín Ásta gerir vel. Og truflar. Núna! Komdu! Bryndís, ofrið að segja, Bryndís! Sunneva. Á Selmu, Elín Björg. Elín með skotreila hérna á nærstöngina. Anita verð það. Veronika Líf Þórðardóttir tilbúin. Sem og Anna Þóra Hannesdóttir tilbúin að koma inn á. Hann er að fleita þessu á Erlu Karítas. Erla lyftir þessu inn fyrir vörnina en þetta er aðeins svo mikill ákafi í þessu hjá IA þegar þær komast í þessar stöður. Það er eins og þessi ætla sér að flýta sér aðeins of mikið til þess að þetta gangi. Selma skiptir yfir til vinstri og hún er rangstæð Elín. Réttilega dæmd rangstæð held ég alveg örugglega. Þá er skipting. Veronika Líf og Anna Þóra að koma inn á. Og það er McKenna Akimi Davidsson sem að fer af velli og Erla Karítas Jóhannesdóttir sýnist mér.
Já. Sara skiptingu á Sigurli út af Anna Þóra kemur væntanlega inn á miðjuna eða hvað, nei, hún fer í vinstri bak og Marietta fær framar. Kemur langur bolti, Deina fleytir honum upp í hægra hornið. Sunneva kemst í boltan. Sunneva búin að eiga frábæran leik. Þetta er náttúrulega alrangur dómur en Ía þykkur. Kemur skiptingin yfir Anna Þóra rétt staðsett þarna. En frábærlega gert hjá Hildi. Eva. Og innkast sem að Ía á. Veronika tilbaka á Bryndísi. Vilja á Anítu. Aníta síðan með langan. Þetta hefur ekki verið að gefa Ía neitt, þessar löngu sendingar. Og þetta er svona þessi spila mennska, þessi taktík, hún svona ber pínuvottum, svona örlítið skatta sjálfstraust, en sjálfstraustið ætti nú að vera í lagi eftir 2 sigurleiki í 3 á undan. Anita spilnir frá markinu út til hægri. Eva María nær ekki að fleyta því áfram. Brittany Lawrence tilbaka á Rannveig. Skiptir yfir til hægri. Anna Þóra les það. Selma nálgast teginn. Selma er að spóla sig hérna í gegn. Anita Ólafsdóttir gerir þetta frábærlega. Þetta var vel varið á Anitu. Það er gaman að sjá þetta aftur. Hérna náði hún að loka markinu vel. Það kemur Talbert út úr markinu, losar hann fram, finnur samherja. Og Elín gerir vel í að stíga Evu Maríu út þarna. Nálgast nú teginn, Anita til varnar. Kemur með hann yfir á fjær. Katrín nær ekki að gera sér mat úr þessu. En frábær sprettur hérna á Selmu Dögg áðan sem að skapaði henni bara dauða færi. En Anita á réttum tíma út úr markinu. Og að þessu sinni voru varnarmenn klárir að koma þessu frá og ráðast á hann að lausa bolta. Bryndís. Skiptingin ekki góð, beint á Rannveig fer í skoti. Þetta er ekki langt yfir. En Anita vel staðsett. Anita út til hægri og Rannveig skallar hann út af 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Væri voðalega ljúft að fá svona sárabóta mark allavega frá heimaliðinu hérna. Það var alveg átt svo skilið að skora í þessum leik. Dagný undir mikilli pressun, hann komum á Bryndísi. Bryndís, en sjáum kraftin í Katrínu hérna. Róberta Lilja virtist nú íta við henni hérna aðeins, en Anna Þóra kemur hérna upp. En Katrín er mætt. Þvílíkur leikur sem að Katrín Ásta er búin að eiga hérna eins og ansi margar í FH-liðinu. Róberta inn á teginn, sjáum hérna enn einu sinni. Of bráðar, of fljótar að leita að einhverju úrslitasendingu. En fín pressa núna, Róberta, en vel gert hjá Maggi sem að næra að koma þessu frá. FH kemur í ennina sóknina hérna, Selma, smá kærleysisbragur hérna. Þessi sendingin fyrir Talbert út úr teignum. Marey pressar á Rannveigu, hún setur hann tilbaka á Ernu. En hér er það Brittany Lawrence sem hann er að setja hann inn fyrir Selma, en Anita er á undan. Rannveig skallar hann fram á við. Anita út til hægri en út af.
2 mínútum bætt við held ég að ég geti staðfest með við merkjagjöf dómarans til aðstofadómara Hildur en að leiðan mig gegn gengur ekki Anita las það Erna Guðrún Áranmögu ég er mjög hissa ef að FH verður ekki í toppbaráttunni jafnvel með við spilamennskuna eins og hún hefur verið í þessum leik að langstærstum hluta þá er þetta eflaust eitt af 2 sterkustu liðunum í deildinni Anita meðan langan fram liðið nær ekki valda boltanum þá er þetta bara einhver 1,5 mínúti eftir Við að sjálfsögðu renna yfir mörkin úr leiknum hérna og eftir leik gríðarlega góð pressa hjá FH-liðinu í Örpindar eiga mjög erfitt með að finna samherja á stórum köflum hérna Björg gríðarlega sterk hérna Eva María lætur hann ekki vera og innkast dæmt kemur Selma upp í vinstra hornið reynir fyrirgjöfina Eva María nær ekki að reynsa þetta frá Selma inn á teiginn og þetta siglir yfir Anitu og fram hjá markinu þetta er sennilega síðasta sóknin búin hér og þá er flautað til leiksloka hérna lokastaðan 3-0 fyrir FH eftir frábæra í rauninni byrjun skagaliðsins að þá náðu FH-ingar að vinna sig inn í leikinn og komust yfir rétt fyrir hálfleiksflautuna. Við skulum kíkja á mörkin. Fyrst var það Þóra Kristín Reykjavíksdóttir sem skoraði þetta mark á 45. mínútu eftir að liðið tapaði boltanum á slæmum stað. Selma með skotið, Anita Ver og Þóra fyrst á boltan. Það var síðan á 53. mínútu sem Sigrún Ella skoraði. Nei, þetta er nú ekki það. Þetta er gula spjaldið á. Sjáum þetta hér, kemur skot sem Anita nær ekki að koma frá og FH-ingar einfallega grimmar í teignum. Og það var síðan Katrín S. Viljámsdóttir sem að skoraði 3. markið eftir að Anita hafði varið og fylgdi vel á eftir. En sjáum FH-inga fagna hérna. En ætlum að leyfa þessum myndum að lifa aðeins lengur. Ég sé hérna stuðningslið IA er að koma hérna. Þetta er já, hér er ég sé það að stuðningslið IA er mætt hérna inn á völlinn til þess að reyna að hugreista sitt lið. Það er verið sett bara nýtt viðmið í stuðningi við IA liðið hérna í þessum leik og það er 50 flokkur kvenna. Þær sem að spiluðu minna, spiluðu ekki 90
Pintur, 10 minna, það er æfing fyrir snáttjón, fyrir kláramarkur. Með öðrum blók, ég verða líka í vissanum. Hinnar taka hendur heim. En já, við förum að segja þessu lokið hérna frá Akranesi. 3-0 tap gegn FH í þessum leik í lengjudeildinni. Örn Arnórsson heiti ég og með mér í þessari útsendingu voru Snorri Kristlinsson á myndavélinni og Ingimar Elvar Ágústsson stjórnaði útsendingunni. Ég þakka þeim kærlega fyrir velunni störf. Stórri helgi lokið á IA TV en þangað til næst hafið það sem allra best.